Komið sæl og blessu og velkomin í beina útsendingu frá Íslandsmeistaramótinu 2026 Íslandsmeistaramótið í hermi kappakstri. Ég Aron Óskarsson, ég geðveikt peppaður fyrir þessu. Það stefnir í alveg fáránlega juicy kappaksturinn hjá okkur, það getur sagt ykkur því að það eru allir hérna. Það eru 15 keppendur skráðir og það eru bara allir sem skráðu sig eru mættir. Þetta stefnir í geðveikan kappaksturinn á fyrstu keppni á Spa, Francorchamps hér í Belgíu. Við erum á Formule 4 bílum og við erum að fara að keppa 6 keppnir út allt sísonið, út allt tímabilið eins og maður segir á góðri íslensku. Bara að halda því svoleiðis á góðri íslensku. Já, þetta eru 6 keppnir og það eru 5 keppnir sem gilda til stiga, þannig að það er ekki allar keppnir, þeim er ein keppni sem þið annarkvort geta bara klúðrað eða einfaldlega bara ekki mætti. Það er sem þið geta gert. Tímatakarnir sem þetta byrjuði hjá okkur og við erum strax farin að sjá keppendur bruna inn út í braut. Það er enginn farin að setja neina tíma ennþá og satt best að segja er tímatökuforritið mitt bara frosið. Það er ég ætla að vera alveg reynskilinn, ég sé það. Það er ekkert að fara að skila neinum árangri hérna restarta þennan vinn. Það er fullt af stórhættulegum keppendum. Ég segi það nú ekki að þeir eru stórhættulegir ökumenn, heldur bara beittir og góðir ökumenn og þannig ég býst við því að það verði alveg svaðaleg barátta í það út allan þennan heila klukkutíma sem við erum að fara að keyra, kæra fólk. Þetta er klukkutími, 180 km cirka bát sem við munum keyra, 181 eða 179 eitthvað, það er cirka 180 km sem við keyrt í hvert skipti og það tekur svo cirka bát klukkutíma fyrir keppendur okkar að keyra þennan tíma, þessa kílómetra. Það er skítkalt þetta í dag, það er svoleiðis, það er bara 18 gráðu lofthiti og 19 gráðu brautarhiti. Þannig að þeir eru að ná að hita brautina hérna keppendur með þetta er bara að vera smá þægilegt. Tímatökukerfið er ekki að sýna með neitt juicy. Bara enginn að ná löglegum hringa, hvað er að skeið hérna með þetta? Allavega því sjáu það að það rakastig er 1%, það er ekki rétt, það er öfugt, það er 99% rakastig, ég þarf ekki neina að snúa þessari tölu við, þetta er þver öfugt allavega, ég veit allt um það. Það er mjög rakt hérna og það eiginlega bara rétt hangir þurrt. Það gæti alveg verið að það verði ekki þurrt, það gæti bara vel verið. Þetta á að vera 1. Þannig, líður öllum miklu betur með að hafa þetta sem 1. Og svo ef ykkur langar meira upplýsingar eða bara sjá stíginn eftir keppnina eða eitthvað svoleiðis geta pælt í þessu þá er gta.is /Íslmót eða bara inn á gta.is, þar getið þið fundið þetta undir e-sport flipanum. Undir e-sport flipanum skulum fá upp tímatöku töfluna. Það er einmitt málið, það er enginn komið með löglegan tíma, þessin er tímatafla mín svona skrítinn. Og við skulum bara hætta restartinni. Jökull Einarsson keppir fyrir 108 eignir. Tímatökin var rétt að byrja, kæra fólk, og ég er ekkert að búast við því að tímatökin skiptir neitt rosalega miklu máli. Hún kannski skiptir, já, hún skiptir að sjálfsögðu einhverju máli. Við skulum ekki alveg ganga svona langt að segja að það skiptir ekki máli, en tímarnir skipta ekki svo miklu máli samt. Þeir eru bara að keyra í klukkutíma, sko. Þannig að raft og annað á þessum bílum er rosalegt. Svo sjáum að Jökull er þetta hangandi fyrir aftan Bjarna. Langar mig að segja. Það sé. Tímar að detta hérna inn. Þórhallur, Sigurgeir, Aron Breki. Já, þetta er Bjarni Jarlina beint fyrir framan. Aron Breki situr á toppnum eins og staðan er með besta hring 1:21.9. Bíðið aðeins. Ég verð að segja ykkur það, ég sá þetta ekki, ég svo sem fylgdist ekki með hérna í endan á æfingun áðan. En það var enginn með svona tíma þá, sko. Krakka minni komið sæl. Vel gert að drengnum. Speed Saga, good luck, Fenrir. Já, klart mál. Allir þetta með Fenrir, fáum við tímatökulista svo þið sjáu nú líka hvað er að tala
hvað ég að tala Það allir í liðum hérna, þannig að liðin getur nú unnið saman eitthvað í byrjun á keppni líka og reynda að gefa okkur öðrum draft. Og þegar ég tala draft, þá það hérna loftið. Ok. Hvað kalluðu við aftur að góru íslensku? Nú var nú gott að hafa einhvern með hérna sem geti kennt mér íslensku. Loftflæðið fyrir aftan bílana nei, það minni loftþrýst bílarnir sem eru fyrir aftan komast aðeins hraðar heldur bílinn sem fyrir framan af því að bílinn fyrir framan búinn að brjóta loftið bílinn fyrir aftan fyrir þar að lenda í gegnum þynnra loft og kemst aðeins hraðar og getur sogað þessu upp að bílinn fyrir framan þannig að top 3 að koma sér í top 4, top 5 myndi ég segja að sé alveg stór möguleiki fyrir fyrsta sætið það var hérna sett upp skemmtileg tabla ég vil að fara að finna núna sett upp tabla það forrit að þið farið inn á ABG Aðalbón Racing Team bara að fara að finna þessar upplýsingar á mér Aðalbón Racing Team sem eru hérna með sko, þeir eru með 6 bíla, hvorki meira en að minna í brautinni, þeir eru með 3 lið, 6 bíla. Þeir eru með vefsíðu sem að selur hérna setup og aðstoðu við að búa til, við að keyra og þjálfa þig í iRacing og svo leiðis. Þannig að þið farið inn á abrtsetups.com ABRT Aðalbón Racing Team Setups.com að getið fundið allskyns gúmmulega þar og til dæmis getum við fundið líkur, svona líkurnar á því það sem búið að setja inn síðustu keppnir, síðustu 2 mótarraðir sem við höfum haldið sem innihalda þessa keppendur það búið að setja þar inn í svona AI útreiningaforrit og líklegasti maðurinn sem að AI-forritinu þykir, við kallum þetta forrit Mokkan spáir því að Gunnar Karl taki sigurinu, segir að séu 66% líkur að Gunnar allan að nái pódium top 3, segjum við bara Aron Breki Valgeirsson líklegur til þess að, hann með 55% líkur til þess að ná sér í pódium eða ná sér í pallsæti, heitir þetta víst og Hákon Darri sem með 47% líkur á því að ná sér í pallsæti en það 11% líkur á að vinni og það 90% líkur á því að Aron Breki vinni og það 25% líkur á því að hann Gunnar Karl Vignisson vinni þetta þannig að ef þið ykkur langar að opna ykkur veðmál og síðu og fara að veðja á þessar hluti það alveg spurningur að við þurfum að gera og endilega fáið ykkur mokkuna spádómsmokkuna góðu það gæti vel verið að Gunnar Karl vinni þetta en meðan við æfinguna, tímatökuna eins og hún að fara núna þá Gunnar Karl ekki að dansa ég ætla að breyta hérna aðeins fyrir ykkur tímatöflunni hún ætla bara að sína vonlausa tíma fyrir ykkur þið sjáu ekki neitt út af þessu setjum á besta ring og interval munin í næsta bíl fyrir framan þannig að við sjáum það að Aron Breki með langbesta tíman og eini maðurinn með búinn að koma sér hérna í 1.21 en þó að hann rétt slefar hann inn Sigurgeir Lúðvíksson þar á eftir svo það Patrikur erum við fastir á honum jökuleinar vinnu okkar það sé svo slæmt sko en Aron Breki í fyrsta setinu inn og skulum setja hann á skjáin sponsaður vel af Arnar Frakt Hera 85 DJ vinnuvílar og 3D making work easy já, klart mál 3D making work easy man einhver hvað ég var að tala áðan Aksturs íþróttasambandi komið hérna inn hjá ykkur gangi ykkur vel í kvöld hlökkum til að fylgjast með og hver verður meistari takk fyrir kærlega það verður gríðarlega spennandi sem ég sjáu þessa tíma hjá mönnum þetta ekki neitt þarna á milli þeirra Patrikur hérna 19
millisekundum eftir Sigurgeir 0,07 eða sko 0,007 Hákon Jökulsson 7 millisekundur. Býtum við, eitthvað gerist. Gunnar Karl Vignisson sem ég var að tala með náðan, hann væri ekki hann væri í 8. sæti, þetta var ekki alveg nógu gott til þess að taka fyrsta, en skellir sér hins vegar þangað og bara birtist beint inn í pit. Skellir sér þangað líka og núna virkilega búin að hrifsa til sín fyrsta sæti með 1.21.65 sem bara ansi gott. Það talsvert hraðar, 320 millisekundur hraðar heldur en Aron Breki. Svo bara lítið sem að skilur þarna milli svo sem eftir það. Og við erum ekki komnir upp úr 22 sekundunum fyrir við erum komnir niður í 12. sætið. En þar samt lítið sem að skilur þess að meistarallir saman að. Hér verið að stunda liðsakstur alveg eins og hægt Gunnar Karl skellir sér þetta út úr braut, fyrir og húkar í félaga sinn og dregur hann í þetta inn beinakaflan sem hann núna að fara og vonandi ná betri hring en hann gerði síðast. Eftir að Gunnar Karl kom sér þetta í fyrsta sæti þá bara hentar sér í það að fara að hjálpa liðsfélaganum og þetta eitt af því sem að gerir þetta gott. Þetta hann má fara út og drafta, hann má það alveg. Ég veit ekki betur. Ég veit allavega ekki betur. Þetta sé bara í góðu lagi. Þetta einmitt eitthvað sem að liðsfélagarnir ætti líka að reyna að gera eins mikið og geta. Tala saman í keppninni og reyna að keyra sig svolítið saman í gegnum þöguna þangað til á síðustu metrunum þegar alvöru baráttan fer í gang. Þórhallur Ingi Jónsson að koma sér upp í annað sæti, sparkar Aron Breka niður. Virkilega vel gert hjá Þórhalli. Hann gerir það sama, skellir sér bara strax inn í pit. Hann að keyra hendur fyrir Rúpes. Aðalbónus lið. Við kíkja aftur yfir á Patrik. Patrik var 1.21 til þess að bæta. Það eru 3 keppendur núna komnir upp í 1.21. Fenrir að koma sér upp í 7. sætið. Fenrir alltaf að bæta sig, alltaf að verða betri. Í hverju einustu keppninni verður Fenrir betri. Það svo sem kannski gerist fyrir flesta, en það augljóst á Fenrir sem gaman. Patrikur, hvað gerir hann? Hann að sparka sér upp listan. Já, kemur sér upp í 3. sætið. Ég svo hás. Ég ætla að ná mér í kaffi, kjöt smá. Hérna þið farnir að vinna saman aftur, strákarnir. BK Vaff tekur þetta. Ísgunnar. Gunnar Karl Vignisson, tekur þetta, það var það sem hann skrifar. Patrik bara stopp, út í pit. Þetta ekki dróðlega spennandi samt. Ég valdi most exciting kamerunar, sko. Velja sjálf. Takk. Gifta, takk. Stefán Freyr, Margrétarsson. Út í pit, út í braut, í 12. sæti. Gunnlaugur Ásgrímsson hér á flegi ferðareftorunum. Rune Car Racing. Ásamt Arnar Kristjánsson. Alexander Hauksson og skella sér upp í 5. sætið. Sigurgeir kemur inn og tekur af honum 5. sætið. Ég veit ekki hvað þetta flagg komið upp í loftið. Það eru 3 mínútur eftir að tímatökunni. Ég hef ekki hugmynd hvað þetta flagg þýðir. Þetta ekkert. Við skulum allan að ekki að taka neitt marka á þessu flaggi. Hætta því. En Gunnlaugur Ásgrímsson rallymeistari mikill. Búinn að sigra Íslandsmeistaramótið í rally. Aftur. Núna í, 2-3 ár. Eftir að ég hætti að æfa mig. Þú veist, ég ætla að segja það allavega. Þetta betur verið hætti að æfa mig þegar gæinn kom inn, sko. Henni Vernharður Ravnas, go-kart strákur mikill, keppir í go-kart í Noregi.
sponsor af Sodi Karts og einmitt að keppa á Sodi go-kart bíl sem að það hraðskreiður að við tækjum okkur öll góðan klukkutími að venjast bara hraðanum. Þetta svona alvöru go-kart. Ekki þessir standard leigu go-kartar sem við erum alltaf að kera á Spáni. Hákon Jökulsson hérna aðalbón VFSR. Heyrðu, og liðsfélagans standa stýru öfugt í braut. Gunnar Kart sýnist mér bara að æfa start. Flestir komnir bara inn í pit, farnir að slaka á. En það Gunnar Karl í fyrsta, Þórhallur Ingi Jónsson í öðru, Patrik Magnússon komin í þriðja. Og svo þar á eftir Aron Breki Sigurgeir, Alexander, Fenrir, Hákon Jökulsson sem ég var á búast við að sjá og var á listanum. En það gengur ekki alveg nóg vel hjá hann Augnablikkinu. Munurinn svo lítill á keppendum hérna. Þetta orðið svo svaðalega þétt. Það ekki, það munar einhverjum 100 sekund alls staðar þarna, eða 1000 sekundu. Þetta bara rosalegt. Já, þá bara allir keppendur búin að koma sér inn. Það engin út í braut að keyra. Allir bara slakir. Tímatökunni líkur hér með svona niðurstöður og tímatökunum hérna. Það Gunnar Karl Vignisson, hann tekur fyrsta sætið. Þórhallur Jóns í öðru sæti, Patrik Magnússon tekur þriðja sætið. Aron Breki Valgeirsson tekur hérna fjórða sætið. Svo Sigurgeir Lúðvíksson í fimmta sætinu hérna. Svo það bara frábæra góður listi. Ég ætla ekki að lesa þetta upp allt saman. Við förum betur yfir rásröðina hér á eftir.
Já, þá erum við komin hér aftur. Það eru 2 mínútur í að þessari svokölluðu upphitun eða afslöppun keppenda er lokið og við förum að snúa okkur að rásröð og keppnisræsingu og byrjun keppnis alright. Þakka til allir, ég bara aðeins að blaðra í ykkur. Eins og ég segi, það er talið hér frá mokka forritinu okkar að mjög líklegt að Gunnar Karl muni sigra þessa keppni. En það er ekkert endilegt svoleiðis, það er Aron Breki og Hákon sem þykja mjög líklegir líka og Þórhallur Ingi alveg jafn líklegur í rauninni með 47% eins og Hákon. Þannig að það þykir mjög líklegt að þessi drengir verði allan í topp sætunum. Það er margir hins vegar sem gætu verið í topp sætunum, svo það passar ekki alveg, svo það verður gaman að sjá hvernig þessi topp 6-7 sem að Mokka að tala hérna þeir munu spjara sig í því að reyna að tróða sér upp í fyrsta sætið. En það verður eitthvað rólegt myndi ég halda núna á fyrstu ringjunum þó það verði algjörlega í baráttu stanslaust en það snýst svo lítið það verið í fyrsta sæti. Ég líkurnar á því að náir að slíta þið lausar og koma þið burt eru bara svo gott sem engar. Við skulum fara yfir þetta er náttúrulega agalegt með öllu saman hérna. Fara yfir rásröðina okkar, Gunnar Karl Vignisson sem tekur fyrsta sæti, keyrir fyrir Aðalbón Racing, náði 1.20 og 1.6 sem er svaðalega góður tími. En ég veit það að keppendur hafa verið að fara í 1.20 eitthvað í æfingum og þar á meðal er Þórhallur Jón sem er í öðru sæti hér hjá okkur og hann var með 1.20 eitthvað, langbesta tíman af öllum sem settur var í svona hotlap aðstæðum. Það eru upplýsingar sem hann birtast bara á Discord-rásinni hjá okkur. Þið komist inn á Discord-rásinni hjá okkur með að fara inn á gta.is/íslmod. Í þriðja sæti er Patrekur Magnússon. Keyrir fyrir Aðalbón Racing einnig og þið sáum hana þegar hann fekk tóið frá honum Gunnari Karl. Ekki það hafi verið málið, bjargaði það öllu saman. Er það eitthvað sem að allir hinir keppendur hefðu átt að gera? Gerðu hinir keppendurna kannski og við bara sáum það ekki, ég veit það ekki. Það er Aron Breki Valgeirsson sem situr í 4. sætinu hérna á eftir honum. Keyrir fyrir Black Ice Racing. Það er bara fjarlægt. Í lagi. Í 5. sæti er Sigurgeir Lúðvíksson. Keyrir fyrir Aðalbón VFSR. Svo er Alexander Hauksson, hann keyrir fyrir Gitchi Akademian Racing. Skargrænum lit, ég kann að meta það. Það er svona eins og sé grænt undergló undir bílnum hans. Ég veit ekki hvernig hann gerði þetta, en þetta er algjörlega geðveikt. Þetta er sturlað. Henry Ponsi situr hérna í 7. sæti. Black Ice Racing. Hákon Jökulsson í 8. sæti með Aðalbón VFSR logo'n sín. Og í 9. sæti Gunnlaugur Ásgrímsson, gamli. Rallymeistarinn sjálfur. Vernharður Rafnas situr hér í 10. sæti. Arnar Kristjánsson, Rúnkar Racing, 11. sæti. Og svo er Stefán Freyr Margrétsson í 12. sæti. Er ég að missa af gritti? Ó, guð. Já, það er komin Rising á grænt. Gunnar Karl nær frábæru starti en sama gerir Patrekur sem skellir sér strax upp í annað úr 3. sætinu. Komin upp, Henry Ponsi einnig komin upp í 7. sæti. Viktor og Jökull einnig búin að stinga sér upp nokkur sæti. Toppurinn er lítið að breyta, hérna sjáum við Aron Breki strax komin í einhverja brjálaða baráttu hérna. Og við sjáum þá sogast inn beinakaflan og næstum bara að missa af ræsingunni, kæra fólk. Ef við mistum á ræsingunni, það er það sem við gerðum. Nú næstum bara að missa fyrstu beginni, sjáum við þess að stráka hérna fremsta Aðalbón. Hérna er þétt setið, þetta er einmitt liðsfélagar. Þessir þurfa að vinna saman. Fenrir þarf að hengja sig bara aftan í Aron Breka. Gullfallega lista hérna. Hákon Jökulsson innan á Alexander Hauksson. Alexander nær að halda því. Þetta er aðeins verið að kíkja í sandinn. Hérna niður listan.
Hér Viktor Þórðarsson með sundgleru sín. Komin upp sætin, 3 sæti heldur betur. Fremstur ennþá Gunnar Karl Vignisson með liðsfélag sem beint fyrir aftan sig sem að gæti ekki verið þægilegri stað til þess að sitja í akkurat núna. Sigurgeir Lúðvíksson þar á eftir, en hann með í splitternum hjá sér, diffusernum hjá sér, Aron Breka Valgeirsson. Hvað að gera sér? Aron Breki strax að reyna að koma sér upp sæti. Setur pressu í þetta Sigurgeir. Sigurgeir þarf að gefa honum plás. Hörkubaráttu einna beint fyrir aftan líka. Þetta að fara að vera svona fyrstu hringin hjá okkur, kæra fólk. Þið getið lofað ykkur. Allavega fyrstu hringin okkar, sko, lágmark fyrstu. Ef ekki bara alla hringi keppniðar því að það er svo mikið draft. Kjölsók, þarna Ísland. Þarna var Gunnlaugur Ásgrímsson næstu í samloku. Að Vernharður bremsaði inn seint og hægt þar og það gerði Gunnlaugur líka. Arnar kominn inn í pit. Arnar Kristjánsson kominn inn í pit-pitinu. Það hann sem lendir í einhverju klúðri í byrjun. Já, hann keyrir upp á bílinni á Venna. Ekki svo einu sem kemur sér í einhverju vandræði þarna. Stefán Freyr gerði það líka. Patrekur Magnússon núna komin í fyrsta sæti, kæra fólk. Það bara svoleiðis. Patrekur Magnússon sem komin í fyrsta sæti. Gunnar Karl byrjar beint fyrir aftan hann. Þetta er þessi fallega runa af bílum á hring nr. 2 hjá okkur. Stefán Freyr lendi í smá tjóni áðan. Bjarni Jarl hérna og Viktor Þórðarsson. Arnar Kristjánsson þurfti að fara í pit að láta laga bílinn sinn, svo hann hérna langt á eftir eins og staðan núna. Sjáu þið, þarna verið að aka eins út í möl. Aðeins verið að kíkja í mölna. Það Fenrir Ponsi. Þórhallur Jón sem hóf keppni hér í öðru sæti, komið niður í 8. sætið. Komið eitthvað fyrir hjá honum. Það er ekkert sem ég get séð hérna á listanum annað en bara það er búið að vera að taka fram úr honum. Hvað það var veit ég bara ekki. Það er Vernharður Venni Racing. Gunnar Karl kominn aftur upp í fyrsta sætið. Þeir að berjast samt á þetta fremstir. Sjáu þessa fallegu runu, við erum að koma þetta út hring nr. 3 og við erum með einhverja 10-15 bíla hérna í beinni línu. Ef þið haldið þessi auðvelt að keyra þessa bíla þá er ykkur velkomið að koma í Gids Akademíuna og fá að prófa iRacing á aðganginum hjá mér. Þetta er langt frá því að vera auðvelt. Þess að við sjáum líka munið hérna núna strax. Besti hringur Gunnar Karls er 1.23. Það er Patrekur sem er komin í fyrsta sæti aftur og hérna beint fyrir aftan rununa af þeim. Aron Breki mættur í slaginn. Þessi tveir ætti að vera að geima baráttuna og vera bara að draga hvort annan áfram. Kannski er það ástæðan fyrir alltaf að skipta sæti. Kannski var það partur á tryggsinu. Það dugur allavega ekki. Það virðist ekki vera auðveldað neitt að slíta sig burt frá strákunum fyrir aftan. Þetta
3 hringir búnir af 26 hringjum, kæra fólk. Það er nóg eftir. Það er skítköld brautin. Það er lélegt grip meðan við hvað keppendur hafa verið að venjast í. Allavega í hotlap aðstæðum, þá var þetta ekki besta leiðin til svona besta hringnum, skulum við segja. Og þeir mega einungis fá 15 atvikastig. Atvikastig er eitthvað sem að iRacing gefur algjörlega sjálft. En ef þeir fara út fyrir braut, þá er það 1 atvikastig. Ef þeir lenda í öðrum bíl, þá er það 4 atvikastig. Herru, hér er eitthvað að gerast. Hvað? Nei. Jú, það er smá snerting hérna. Næstu því Sigurgeir Lúðvíksson fær smá íting hérna, eitthvað sem að dómarar eru væntanlega að fara að skoða. En þeir halda sínum fyrsta og öðru sæti. Adalbón Racing með Aron Breki þetta beint fyrir aftan sig og Aron Breki samlokaður hérna inn af Adalbón bílstjórum. Og hér er liðsfélag hans, Fenrir Ponsi. Hann er ekki langt fyrir aftan hann, en hann er hins vegar í bölvaðri baráttu með Venna. Nei, þetta er Alexander Hauksson sem bara gera sóknir á hann. Ætlar að koma sér hérna fram úr. Arnar kominn aftur inn í pit. Hérna sjáu þið, þegar þeir opna beygina. Það vilja allir vera hægra megin þangað til að koma að beyginni. Þá vill enginn vera hægra megin. Keppendur að loka á hvern annan. Top 10 hérna ennþá í þéttri baráttu. Jökull Einars örlítið búinn að missa lestin en hún er þarna rétt fyrir framan samt. Svo lengi sem að Stefán Freyr fiktar ekki mikið í honum. Þetta hljómaði skringilega. Það bara gerist á orðstundum. Svo lengi sem hann truflar hann ekki mikið hann Stefán þá er stóran séns á því að ná aftur, en það er augljóslega meiri pressa á Jökull Einars Stefáni Freyr hér því að þeir eru ekki að setja neitt nálægt sínum bestu ringjum. En það sama má segja alla aðra keppendur. Það er engin nálægt í. Bíllinn er smekkfullur af bensíni. Það er nú önnur pælingin. Bensíni á bara rétt eftir að duga. Þannig að keppendur eru ekkert að eiga engan séns að vera með eitthvað minna bensín en hinn, og ef svo er þá eru þið bara ennþá tæpari heldur en hinnir að því að ná alla leið. Hér er Aron Breki líklegur til þess að gera árás, og hvað gerir hann? Stingur sér hérna inn á hægri. Það er ekki hægt að fara 3 saman hérna, strákar. Ok, jójó, hann fekk sitt pláss. Gunnar Karl missir aftur undir hérna. Aron Breki þarf að slá af og Patrikur stingur strákan af. Gunnar Karl lokar inn og hérna sjáum við splitterinn á Hákoni stinga sér inn í okkur. Og hvað gerir Hákon? Er hann að nýta sér þetta? Já, Hákon stingur sér upp í 3. sætið fyrir framan okkur. Stórglæsilegur kapastur hér. Aron Breki missir enn annað sæti niður þegar að Sigurgeir Lúðvíksson stingur sér fram fyrir þetta líka, og Alexander er þetta beint fyrir aftan og ætlar að veiða inn sama tækifærið. Sjáu þess að þvögu að bílum. Rjóthart barist þetta strax á fyrstu 5 ringjónum. Sjáu þið, Fenrir stingur sér innri nær betri línuna af Alexander, en Alexander er með innri og betri línuna hér. Það er smá snerting eða hvað? Við sýndist þú ekki. Við sýndist Fenrir bara bregða. Fenrir missir öll sætin þetta niður og fellur niður listan. Patrikur búinn að mynda ágætis bíl núna, og hvar situr Gunnar Karl? Í 4. sæti.
Þetta Gunnlaugur Ásgrímsson, stinga sér fram úr Fenrir. Nær hann að halda því hérna inn í gegnum kaflan. Klístra þetta saman, Fenrir með innri línuna. Hann að halda þessu. Og Patrik Magnússon hér fremstur. Kom með eins og ég segja, ágætt spil, 1,5 sekúnda. Það dugar til þess að slíta mesta hjölsogið sem myndast þannig fyrir aftan. Aron Breki á flegiferð, byttu nú við. Jökull Einarsson og Stefán Freyr gætu hafa lent í árekstri. Stefán Freyr missir hérna afturendan, snýr bílnum sínum og Jökull keyrir á hann. Þetta ekki Jökull að kenna. Þetta er allt saman Stefán að kenna. Greið. Sorry Stefán. Sorry gróðarsaftakar. Það agalegt. Þetta var allt saman Stefán að kenna. Allt saman. Stefán misti bílinn sinn. Hann klesti utan í næsta mann, keyrði fyrir Jökull. Og svo keyrði hann utan í... Hver var þetta? Var þetta Bjarni eða Viktor? Það var allt saman skrifað á... Það var ekki verið Bjarni eða? Ég veit ekki, allavega. Við skulum fara hérna. Það Hákon Jökulsson sem í fyrsta sæti. Nei, sem í öðru sæti. Hann náði að stinga sér langa einhvern veginn. Skulum sjá hérna endursýningu frá því. Af því við getum það. Hákon kemur hérna inn. Upp Aurús. Nær að stinga sér hérna við hliðina á honum. Aron Breka nær að koma sér hér fram úr og læsir þetta svo inni þegar hann kom inn í beina. Nei, ekki alveg svo einfalt var það. Aron Breki grjótharður, ætlaði ekki að gefa neitt eftir en hann þurfti þess og hann þetta ennþá. Heyrðu, þarna Aron Breki mynd bara beint fyrir aftan hann að gera allu. Aron Breki segir annað sætið mitt. Komdu með þetta. Hákon situr í augnablikkinu eða hvað? Hákon kemur aftur á flegiferð. Tekur annað sætið, bremsan aðeins undan Hákon. Nei, Aron fyrirgefi. Og þeir eru 3 þarna. Jeez, þetta svaðalegur kappakstur. Hákon nær sér í incidentpunta, stingur sér upp. Þórhallur kemur sér aftur upp sæti. Hvað var smá snerting þarna? Það hörkubarátta í gangi og það þvaga að bílum fyrir aftan. Ég áttur að vera svona í allt kvöld. Þetta bara allt kvöld. Það 7 hringir búnir núna af þessu. Brjálaður kappastur í gangi hérna í Íslandsmeistaramótinu í hermi kappastur í 2026 í boði Akstursíþróttasamband Íslands, Kvartbíluklúbbsins og GT Akademíunnar. Komið sæl og blessu. Sjáið, þeir eru bara, þetta eru 5 og hvernig ætlaði að fara inn í þessa beigur? Nei, það snerti ekki aftan. Vernharður Rafnars fíkur þetta út af með brotinn spoiler. Snerting. Spennan var orðin of mikil. Eitthvað varð að springa. Viktor Þórðarsson, sportsvara Britinn Akureyri. Ég held allavega á Akureyri. Britinn veitingastæður, bara ef þið skildu ekki sjá þetta nógu vel. Lögum það fyrir næstu útsendingu. Patrik Magnússon, langfremstur hér. En með stóra þvögu af bílum fyrir aftan sig og þvöguna núna Gunnar Karl Vignisson að leiða. Hann var í 4. sæti áðan, hann komin upp í 2. sæti aftur núna. Og við mistum að því. En það ekki hægt að fylgjast með öllu, það bara ekki hægt. Það ekki hægt. Gunnar Karl. Hérna skulum við sjá endursýningun af því þegar Gunnar Karl náði að stinga sér fram úr. Það hér. Nær að henda sér fram úr.
að halda því þar. Nei, og það akkurat þarna þegar áreksturinn gerðist. Þannig að við sáum þetta í raun og veru. Ég bara áttaði mig á því þetta var að gerast. En það Gunnar Karl sem undir árás hér. Aron Breki á ytri línunni, reynir að ná betri línu af Gunnar Karl. Og þeir fara saman samhliða hérna út. Gunnar Karl ytri og með betra rönn hérna út. Og nær að loka línuna á Aron Breka. Og sjáu þið hver stingur sér þetta. Hákon Jökuls. Tekur innri línuna af Aroni. Og hraðan hérna út úr fyrstu beginni. Þetta góður kappakstur, kæra fólk. Woo! Herðu, býttu nú sjáu þið. Hákon Jökulsson. Koma svo. Sjáðu, hvað rauða kvikindi þetta? Þórhallur Jóns kominn þetta með nýtrótakar í gangi. Hvað að ske? Sigurgeir. Nei, þetta Hákon hitt og Sigurgeir. Það allir í ruglunni það. Þetta allir læg, þetta spennandi. Það það sem að gera. Það kominn grjót í braut. Vá. Hákon Jökulsson og Sigurgeir Lúðvíksson komnir hérna í 3. og 4. sætið. Liðsfélagarnir. Þakka ykkur kærlega fyrir. Já, takk, chat. Já, takk fyrir kærlega. No Limit Iceland og Akstur íþróttasambandi. Takk fyrir kærlega. Takk ykkur kærlega fyrir. Herðu, Patrikur, langt á undan. Geitin sjálf, 4,5 sekúndu undan. Og hérna rétt fyrir aftalan þessi þvaga af bílum að berjast að vera í öðru sæti. Allt getur gerst í þessari keppni. Það gæti koma út öryggisbíl. Segjum að bara topp hérna 4 fara allir í köku, eða topp 3 fara allir í köku og dundir út af. Herðu, ég segi allir í köku á sama tíma. Gerist eitthvað fyrir Stefán. Stefán var svart flagg. Hvað var Stefán að gera? Var hann að fá incidentpunktana sína? Hvað incidentinn? Nei. Hann gerði eitthvað af sér, já. Þetta læti, ég veit alveg hvað hann gerði. Hann keyrði á fullt af bílum á hann. Alveg rétt. Við vorum að fylgjast með því, við ætlum að sjá þess að beigja hérna aftur. Þetta loka beigjan, hún alltaf juicy. Ræða saman, þetta virðist ganga bara vel í þeim öllum. Hérna smá barátta, Aron Breki. Alexander Hauksson hér. Komast hér upp sæti. Nær hann að halda því. Þetta pitbíllinn okkar. Þó var allir grjótharður, heldur þessu. Og þeir eru samhliða þetta niður. Já, þetta dugur sannlega ekki. Það voru þið komnir upp á rús í beigina. Þórhallur nær að halda sætinu. Alexander kemur þetta á flegiferð með kjölsögið. Hendi sér upp í hliðina. Hvað gerist nú? Það gerist þetta fyrir framan. Allir fattir að passa sig, virðist vera örlítið meira. Pínu lítið byrjað að teygjast á milli keppanda hérna. Og það getur verið hættulegt fyrir þá. Því að kjölsögi gerir svo opbóðslega mikið. Og baráttan smá snerting þarna. Fenrir Ponsi og Gunnlaugur Ásgrímsson aðeins rasma kitl í gangi. Ekkert alvarlegt samt sem áður. Það Gunnar Karl sem situr í fyrsta sætinu, öðru sætinu fyrirgefið og að berjast við að halda aftur á sér Sigurgeir Lúðvíksson. Og Hákon Jökulsson ætti og gæti vel bara tekið í róla núna, reynda að tekka inn nokkra hringi og gera árás síðar. Stefán komin inn í pit til þess að keyra út sína refsingu. Það hafa ekið utan í hérna áðan. Hann misti bílinn sinn og keyrði svo óvarlega aftur inn á brautina. Hann misti nú bara bílinn sinn, hann gerði þetta nú ekki held ég viljandi sko. Þetta var bara Stefán að skýta. Herðu hérna, hvað gerist? Hákon Jökulsson klístraður ofan í. Já, býttu nú við. Hérna fór Hákon fram úr.
tímatablan breytist hérna þegar við fara yfir línuna. Gjalluð með að reyna af hverju. Kannski laga það fyrir næst ef við nútur okkur. En allavega, það Patrik Magnússon sem leiðir skepni. Það Gunnar Karl sem í öðru, Hákon í þessi bílinn sem við sitjum inn í. Það að reyna að koma sér fram úr Gunnar Karl. Við beint fyrir aftan hann situr liðsfélagann Sigurgeir Lúðvíksson. Þar fyrir aftan Aron Breki. Svo núna búið tegjast aðeins í lopan hérna Alexander Hauksson. Þórhallur Jóns fyrir aftan sig. Þórhallur var í öðru sæti í tímatökunni sinni. Hann gríðarlega góður í að hotlappa og ná góðum hringjum. Örlítið að berjast í það að halda sér stabílum og góðum. Hvað gerir hann hér? Hann að stinga sér fram úr Alexander. Kominn fram úr Alexander. Og nær frábæru leiðir þetta inn. Sjáu þið hérna fyrir aftan. Fenrir Ponsi stingur sér með. Hérna menn bara keyra út í möl smá. Aðeins verið að skýta út brautina. Það baráttan hérna annað sæti. Það Gunnar Karl Vignisson. Bara keyra fanta vel alla keppnina en lendir í einhverju smá klúðri að náðan. Fellur niður sæti og búinn að vera að berjast við að halda aftur á sér öllum hinum. Og sama tíma og það að gerast þá Patrik Magnússon í fyrsta sætinu. Keyrir hér lang fremstur hann í 4,5 sekúndu undan öllum hinum en það svo sem ekkert búið að breytast núna í hvað 3 hringi 4,5 sekúnda. Svo þetta Jökull Einarsson hérna hringu eftir. Hann hefur keyrt einhvern fyrir löngu síðan hjá okkur áður. Virkilega gaman að fá hann aftur. Keyrir fyrir 108 eignir. Hérna gerist nú eitthvað hjá Hákonni. Hann hægur hérna út meðan við Gunnar. Þeir veist allir hafa verið hægir út meðan við Gunnar og Gunnar komið með ágætis forskot núna. Nú spurning, dugar þessi beinikapli fyrir Hákon til þess að soga sig aftur ofan í hann? Það spurning, hann má ekki missa Gunnar frá sér. Þá missar hann sjálfstrausti líka og svo missar hann kjölsói í þokkabót og kjölsói eins og ég segi gerir svo gríðarlega mikið fyrir þessum bílum. Og þá sérstaklega á þessari braut og eins og ég sjáu þetta þá Hákon bara að taka bilið til sín aftur. Það komið niður í nákvæmlega akkurat ekki neitt og Hákon bara slær af. Í staðinn fyrir að reyna einhvers konar árás hér alveg í blá lokin þá að gera bara að taka þessu rólega. Hvað gerist? Við skulum trikla hérna niður, við skulum hoppa hérna niður listan aðeins, kíkja hérna. Hér Þórhallur Jóns, Fenrir Ponsi hér. Hér Alexander Hauksson og hérna smá baráttu með Gunnlaug fyrir aftan sig. Gunnlaugur Ásgrímsson, eins og ég sagði ykkur áðan, rallymeistari. Búinn að sigra síðustu 3, ef mér skjátlast ekki, rally Íslandsmeistaramótin hjá okkur. Og skuggalega hraður. Ég býst ekki við neinu öðru en að hann verði mjög hraður í lok þessa móts. Það æfingin sem skapar meistarann og hann þarf bara að æfa sig meira á þessum bíl. Þá verður hann fáránlega hraður á þessum bíl. Til að satt ekki það. Hann hérna virðist vera bara að hanga fyrir aftan Alexander. Ég eftir að geta nýtt tímar eitthvað. Það hérna þessi góða runa. Bara aftan annað sæti. Hún ennþá rauðglóandi, kæra fólk. Hún rauðglóandi. Það Aðalborn Racing sem að hangir hérna í topp 4 sætunum eins og Aron Breki. Keyrir hér fyrir Black Ice Racing. Bíður bara eftir að fá fleiri tækifæri. Tæplega helmingur búinn af keppninni. 12 hringir af 26.
Sjáum við smá upplýsingar pittin. Hvað keppendur hafa farið oft í pitt og hvað þeir voru lengi í pittsvæðinu og svo framvegis. Jökull Einarsson búinn að fara þarna vel í pitt. Hann lenti því að keyra á Stefán áðan. Óheppilegt fyrir hann að lendi því í sinni fyrstu keppni hérna í langan tíma. En hér eitthvað að gerast. Hér Hákon Jökulsson að stinga sér upp í annað sætið. En Gunnar Karl gefur þetta ekki eftir. Stingur sér nær að halda innri. Hvað Hákon með í ytri línuna hérna? Innri segir nei, hann ekki með hana. Og Gunnar Karl aftur komin í fyrsta sæti, nei, annað sæti. Maður bara vanur því að segja Gunnar Karl sé í fyrsta, en það Patrekur Magnússon, Aðalbón Racing, sem í fyrsta sætinu. Og heilum 5,5 sekúndu. Heilum 5,5 sekúndum. Heilri 5,5 sekúndu. Á eftir situr Gunnar Karl að berjast að halda öðru sætinu. Það 35 stig í boði fyrir að vera í fyrsta sæti. Og það ekki besta, eða hraðasti hringur aukastig. Heldur eru aukastig fyrir þann sem með minnst af atvikastigum eða incident punktum. Eins og staðan akkurat núna, þá eru 2 keppendur með 0 atvikastig. Það myndi vera Aron Breki og Viktor S. Þórðarsson sem eru akkurat núna með 0 atvikastig og eru þar að lenda að fara að fá báðir auka 1 stig fyrir að lenda ekki í neinu. Við erum búin að keyra 12 hringi án þess að fara einu sinni örlítið út af eða neitt virkilega vel gert hjá þeim. Sýnist mér. Já, það Jökull Einarsson að skella sér þarna inn í pittin. Já. Sigurgeir bremsar alltaf aðeins hérna þetta. Það eru búin að snar minka líkurnar á því að þeir muni nokkuð tíma ná Patrekur situr núna alveg 5,5 sekúndu undan þeim. Það verður gríðarlega erfitt fyrir þá að ná fram úr. En sjáu þið Sigurgeir Lúðvíksson kemur á öskrandi út opninu hérna nær innri línunni af Gunnari Karl og kominn fram úr. En hvað gerir Gunnar? Reynir hann sömu vörn og hann gerði síðast á hann Hákon. Hann reynir svipað en Sigurgeir nær bara að stinga sér lengra fram. Gunnar Karl kemur aftur í þetta á fleygiferð. Sigurgeir heldur innri línunni en akkurat núna Gunnar með innri línuna þegar þeir fara inn í næstu beygju og það fer svo Gunnar Karl nær að stinga sér á fleygiferð. Það erfitt að gera þetta á ytri línunni og Gunnar veit það. Hann nýtir þetta bara, passar sig á halda réttir sín megin og vera nógu nálægt þeim á meðan hann fer í gegnum beygjunar. Svo þegar þeir koma þetta út þá veit hann bara ég að fara að vera hraðari. Jökull ennþá í pitt, stopp þar. Sint, hann stóð sér mjög vel í tímatökunum og á betri stöðu skilið. Svona gerist þetta í kapastrinum. Þú getur lent í öllu, lent í hverju sem Keppendur hafa möguleika að fá 2 nýja bíla. Þannig að þeir köku gera bílana sína og fá þeir bara splungu nýjan bíla. Eða einhverja skemmtir eiga sér stað á bílana þeirra þá fá þeir splungu nýja bíla. Eða fara í viðgerðarsvæðið. Hér Sigurgeir Lúðvíksson að stinga sér fram úr inn í fyrstu beygju, síðustu beygju fyrir ekki. Og Gunnar Karl þarf að fórna smá hraða þarna. En hann á fleygiferð þegar hann kemur þetta út aftur og pikkar aftur upp annað sætið sitt. Grjótharður. Hann missir sætið sitt í smástund og hann alltaf með einhvers konar leið til að taka það aftur. Gunnlaugur Ásgrímsson kemur sér inn í pitt. Hvers vegna það? Ætlar hann sem bara ná sér í bensín?
Gunnar Karl í samloku hérna komið fyrir aftan bílana báða. Vaffesser, Aðalbón í augnablikinu. Þetta einmitt svæðið þar sem hann vanur að gera eitthvað allt annað. Hann vanur að vera á allt öðrum stað. En það bara dugar ekki núna. Hann reynir, hann sýnir sig. Hættir við. Það Hákon Jökulsson sem búin að stinga sér þetta fram úr. Og í þetta skipti hann að ná að láta það hanga. Virkilega vel gert hjá Hákon Jökulsson. Sjáu þið Gunnar, reynir allt, hann að sýna honum. Ég ekki búinn, ég ekki á nóg eftir, kallið minn, ég nóg eftir. Gunnar Karl kominn aftur upp í annarsætið sitt. Þvílík barátta hérna. Svona átti eftir að vera næstu hringi, kæra fólk. Svona átti eftir að vera næstu hringi. Sjáu hver kominn í slaginn. Þórhallur Jóns mættur hérna í baráttan aftur. Nú snar stækka bilið yfir í Fenrir og restin af grittinu. Restin af keppendum. Sittur hérna núna í 7. sætinu. Hann byrjaði náttúrulega keppni í öðru sæti, gekk mjög illa á fyrstu 2 á hringina, fjallur sæti. Hérna hann kominn. Sjálfsögur ekki mætt aftur til staðar. Og þið í vandræðum, strákar mínir. Hér Hákon. Sigurgeir Lúðvíksson í þetta skipti að gera atlöfuna, reyna að trufla. Gunnar Karl í erfiðri baráttu hérna. Hákon núna komin í vandræði með Aron Brekka að fíblast í sér. Það gerir þetta allt saman voðalega erfitt að halda í næsta bíl fyrir framann. Og Þórhallur þetta beint fyrir aftan, bara bíður eftir að verið mistök fyrir framann sem hann getur grætt á. Og hér hann sjáum við Gunnar Karl, meistara formúlu deildarinnar síðustu, formúlu 4 deildarinnar sem við keyrðum síðast. Og superformúlu deildarinnar sem við keyrðum á undan því. Og hér stingur sér innri, verður smá snerting þarna, eða hvað? Hákon Jökulsson dundrast ekkert í burtu. Það ekki, var þetta ekki Hákon? Nei, þetta var sko Sigurgeir. Þetta var Sigurgeir. Og hér Hákon kominn upp í annarsæti. Aron Breki byrjaði að djöflast í honum Gunnari. Og sjáu þið hver kominn, Þórhallur Ingi Jónsson í öðru sæti í tímatökunni, mættur núna í diffuserinn hjá Gunnari Karl. Og þetta setur strik í reikningin fyrir Gunnar því að Gunnar að reyna að halda í Hákon Jökulsson sem þetta fyrir framann. En var snerting á þann? Ég veit það ekki, ég sá það ekki. Gunnar Karl gerir það sem hann getur til að halda þessu sæti sínu, en núna hann komin í 5. sæti. Þórhallur Ingi komin í 4. sætið. Þetta ekki búið fyrir þetta búið. Það ennþá 10 hringi eftir, kæra fólk. Það nóg eftir. Það allavega 20 mínútur eftir. Alveg lágmark. 20 og eitthvað. 20 eitthvað allavega. En á meðan að Gunnar Karl situr í baráttinu við Þórhallina, þá beint fyrir framan okkur Aron Breki og Hákon að stinga sér í burtu. Og Aron Breki að gera sér líklegan til þess að fara á undan Hákoni. Hvernig bremsa þeir inn í þetta? Hver eru undan að bremsa? Þeir bremsa bara á sama tíma, kæra fólk.
Og Hákon hangir í sinni línu og nær að halda þessu. En hérna beint fyrir aftan Gunnar Karl. Hann búinn að vera að berjast við að halda öðru sætinu. Og á sama tíma greiði Patrekur Magnússon sem fær enga myndavélar á sig en algjörlega að pakka þessu saman með aðalbón hjálminum sínum hérna. Virkilega vel gert hjá Patrekur stungin af en hann fekk svo sem hjálp frá liðsfélaga sínum Gunnar Karl sem búinn að vera að blokka restina af mönnum hérna alveg vissi vang. Koma svo, þétt setið. Wow! Það stanslaust eitthvað að fara að skýra. Gunnar Karl að reyna, hann að reyna að koma sér aftur á sinni stað. Og þarna nær sætinu tilbaka eða hvað, já, nær að stinga sér undan Þórhalli. Þórhalli þetta beint fyrir aftan hann núna. Hákon Jökull situr í öðru með Aron Breki beint fyrir aftan sig. Aron Breki bara búinn að vera að sitja og bíða eftir tækifæri til að komast fram úr. Herri, nú Jökull búinn að vera að stoppa ansi lengi í pittinum. Mögulega bara búinn að stöðva sína keppni. Leðilegt, hann var óheppinn á hann, þetta var hrikalega leðilegt atriði á hann. Skítur skeður því miður, Aron Breki hér að reyna að koma sér fram úr. Missir einhverju hluta vegna gríðarlegan hraða hérna á leiðinni inn beinakaflan. Spurning hvort þetta sé bara setup munur, hann sé með meira downforce. Heldur hann Hákon. Hákon fipast eitthvað til, missir aftarendan þarna. Og hér Gunnar Karl kominn tilbúinn til þess að ná sig í annað sæti sitt aftur. Setur pressu inn á Aron. Aron þarf að halda sér vinstra megin og þau verið aðeins hægari hérna út. Aron Breki lokar vinstri vel, passur upp á Gunnar Karl, ná ekki að stinga sér þar. En fyrir vikið Aron Breki í vandræðum með hann að ná Hákon sem var undan og Hákon ætlar að fara að stinga af núna og Gunnar Karl ætlar sér fram úr. Og hérna beint fyrir aftan Þórhalli að bíða eftir sínu tækifæri. Hann bara stanslaust eitthvað að ske hérna í þessari keppni. Við erum búin með 17 hringi af stanslausri baráttu, kæra fólk. Þetta geðveikt. Þetta geðveikt. Mér vantar eitthvað meira í glasið. Það eins og ég segi stanslaus barátta hérna. Byttu nú við, Gunnar Karl fipast eitthvað til hérna. Skellur næstu því utan í bílstjórana í kringu sig og næstu því bara kökukæra allt saman. En þetta slapp miklu betur en ég held þetta myndi fara. Og við sjáum annað, þriðja, fjórða, fimmta og sjötta sæti hérna í grjót harðri baráttu það að vera í öðru sæti. Því það Patrekur Magnússon sem leiðir þessa keppni. Og búinn að gera það nánast allan tímaðan eftir smá baráttu við liðsfélaginn sinn Gunnar Karl. Hann þarf lítið annað að gera en að keyra bara hratt og örugglega og treysta á það að hann sé ekki að fara að lenda í neinu. Og treysta á það að koma ekki út öryggisbíl því að öryggisbíl myndi valda honum miklum vandræðum núna. Hann myndi stytta bilið algjörlega niður í ekki neitt. Og allt í einu væri ekki lengur bara slagsmál annað sætið, það væri slagsmál fyrsta sætið aftur. Hann ekkert að díla við það núna, hann öruggur þarna eins og staðan með 9 sekúndna forskot rúmlega. En hérna verið aftar hann Hákon Jökulsson.
í öðru sæti með Aron Breka fyrir aftan sig og Gunnar Karl í þriðja, fjórða, svona sitt á hvað? Ja, fjórða, fimmta, svona sitt á hvað? Jæja. Það var lappinfo. Það skiptir svo sem litlu máli á þessum toppsætum. Það er bara... Það er Gunnar Karl búinn að vera að keyra 23 ár. Svona háar 23 ár, miðju 23 ár, Fenrir 23 ár, 24, já. Þannig að Fenrir á eftir að eiga vandræði með að ná flotanum hérna sem beint fyrir fram að sig. En hann á þó sjens í það. Það er alltaf sjens. Smá pit info hérna, sjáum bílstjórinn sem eru búin að stoppa. Hann, Jökull Einarsson er ennþá í pittinum og það tikkar ennþá tíminn hjá honum. Og... Benni búinn að stoppa einu sinni líka. Ég held að Jökull sé nú bara að stoppa tvísvar, getur það ekki passa? Kjölsóið hérna inn langa kablan. Þórhallur gerir sér líklegan. Aron Breki er komin upp í annað sæti núna. Hákon er í baráttunni við að halda honum fyrir aftan sig. Aron Breki nær að stinga sér upp. Hákon fyrir víkt. Gunnar Karl og Þórhallur báðir ná að stinga sér fram úr og Hákon fellur niður í 5. sætið. Bara pínulítil mistök geta breytt þessu algjörlega og úr öðru sæti fellur hann niður í 5. sætið. Hákon er samt sem áður 3 sætum ofar en hann tók tímatökuna sína, þannig að þið sjáu það skiptir ekki öllu máli í hvaða sæti er tímatökunni. Það er baráttan hérna í keppninni sem skiptir náttúrulega öllu máli. Það er svo sem ekkert eitthvað sem ætti að koma ykkur á óvart, en þú veist, þið vitið hvað ég meina. Fía Formúlu 4 bílinn hérna standa þessu frábærlega vel. Þetta er geggjaður bíl til að keyra. Hann er ekkert rosalega kraftmikill en hann fer mjög hratt. Hann er svona svipaður hraði og GT3 bílar. Það er svipaði tímar sem þetta setur allavega. En á beinuköflunum er þetta talsvert kraftminna en kjölsogið talsvert meira. Gerir það að verka með þeir sogast svona ofan í konan eins og sjáuð Hákon Jökulsson verið að gera núna. En það gerir lítið gagn hér en eftir þessa beygju. Það er hérna sem að væri gott að hafa þetta kjölsog. Og hérna sjáuð þið fyrir framan Gunnar Karl stingur sér ytri og hann er þá við innri í næstu beygju. Og sama gerir Hákon. Hákon kominn fram úr Þórhall en Þórhall nær betri leiðinni hérna út og er kominn hraðar út. Gunnar Karl sömu leiðis. Gunnar Karl í öðru núna inn beinakablan. Og í gegnum að Rús fara þær saman. Algjörlega flat out. Þórhallur virðist hafa náð betra rönni hérna út. Betri ferð, betri eitthvað. Sjáuð það, þeir eru að íta hvern öðrum, það er bara ítt. Gunnar Karl bremsar örlítið fyrir, það er smávæli snerting, býtum við. Þórhall er ítt hérna út af, en það er alltaf leið. Hann græddi bara á þessu og er komin upp í annað sætið. Frábær akstur í gangi, hér er snerting, þetta er þukl, þetta er kaos og keyrt aftan á hann.
og þeir eru í köku! Þeir eru í köku! Aron Breki, Hákon Jökulsson og Þórhallur Ingi Jónsson lenda hérna saman. Fá endursýningu af þessu rugli. Hvað gerist upp með þessa myndavél og zup, hingað einhvert og svo bara play. Þetta virðist skrifast hér á Þórhall. Þórhallur skilur ekki eftir allt plássi sem að mér sýnist hann eiga að skilja eftir. Eða er það Gunnar Karl að tróða sér? Þeir eru inni í miðri beygju. Gunnar Karl tæknilega séð á held ég ekki rétt að ég er ekki dómari. Og svo gerist þessi kaos og Gunnar Karl keyrir frá þessu eins og ekkert sé. Sleppur best út úr þessu af öllum. Dómararnir hafa nóg að gera hjá okkur í kvöld. Nóg að gera. Kjötbolluflagg á Aron Breka, kjötbolluflagg á Þórhall og Hákon. Þeir eru þrír algjörlega í köku. Og bara spurning hvort þeir náðu að redda sér inn í pittin. Já, þeir eru það nú. Þórhallur virðist minnst skemmtur af þeim öllum og mögulega heldur Þórhallur bara áfram. Nei, hann fer inn í pitt. Hákon Jökulsson fer inn í pitt. Enginn öryggisbíll kominn út. Þannig að það er bara áfram gakk. Patrik Magnússon ennþá öryggur í sínu fyrsta sæti. Gunnar Karl í öðru. Já, öryggisbíllinn þó hann sé ekki kominn út. Það gæti hann alveg komið út, ég segi ekki annað. En það er Sigurgeir Lúðvíksson sem er á fleygiferð hérna eftir. Þetta var bara spurning hvenær þetta myndi gera, segir Fúsu Prím Alex. Já, ég meina þetta, já. Þetta var orðið dálítið tense hérna hjá þeim í endan. Það verður að viðurkennast. Turbo Wizard, gali move, en ok. Já, þetta var dálítið galið, verð ég að segja. Þetta er í hitaleiksins. Þetta er í hitaleiksins dæmi. En við skulum sjá hvað dómararnir segja og gera. Ég er með það einhver upplýsingatöfli hérna góða. Þá eru þéttast setið hérna hjá okkur. Það er Sigurgeir Lúðvíksson sem er ennþá í bullandi sókn á Gunnar Karl. Hann er bara hérna rétt fyrir aftan hann. Hálfri sekúndu eftir honum, þannig að hann er ennþá með kjölsjó á Gunnar. Og eftir að sé Gunnar Karl keyra liðsfélaga sinn út eins og við sáum gerast hérna áðan. Og það kemur mér ekkert óvart að hann ætli sér að sækja vel, skulum við segja. Slæðir af hérna, er í róleitunum, ekkert stress. Örfá hringir eftir þessari keppni. 4 hringir eftir, þeir eru 5, nei 3 fyrir ekki við. Nei, þeir eru 4. Og svo þeir séu farnir. Herðu, það er Sigurgeir Lúðvíksson sem er með besta hringin hérna núna. Ekki það skiptir nokkru máli, en það er auka stig sem að fæst fyrir að vera með sem fæst atvika stig. Og eins og staðan er akkurat núna er það Viktor S. Þórðarsson sem er að fara að fá þetta atvika þessi auka stig fyrir það. Ég er hraði, stendur hérna á bílnum með honum. Sést líka á glerunum, þú ert augljóslega hraði. En hérna beint fyrir aftan Viktor hins vegar er Arnar Kristjánsson og er að stinga sér fram úr Viktori. Runka Racing upp í 9. sætið. Arnar Kristjánsson sækja stíginn. Liðsfélagans hérna beint fyrir framan hann Gunnlaugur Ásgrímsson, rallymeistarinn sjálfur. Hér er Hákon komin út úr pittinum. Skulum við fá aftur upp hérna þetta pit info okkar.
Sjáu þið að það allt í einu haugur af bílum hérna búin að fara í pit aftur. Pit, skulum við segja. Allir bílarnir náðu að koma sér á stað aftur og eru nokkuð öruggir. Það engin öryggisbíl sjáanlegur. Sigurgeir slær af. Þetta er út í heyri það. Hann er að bíða með árásina. Hann ætlar að reyna að framúrakstur væntanlega. En núna er ekki rétti tíminn til. Hann bíður með að hangir þetta fyrir aftan Gunnar. Sigurgeir Lúðvíksson rétt fyrir aftan Gunnar Karl. En þá sama baráttan hérna á milli. Þetta er eina baráttan sem er núna eftir í brautinni hjá okkur í runni. Hérna. Sigurgeir þykir mér líklegur til þess að reyna allt til þess að koma sér hérna fram úr. Það er lítið eftir. En það er Patrekur Magnússon sem að keyrir hér langfremstur, kominn 12 sekúndum á undan. Og er bara algjörlega búinn að vera að rústa þessari keppni, alla keppnina. Hann er með, já, næstum því besta hringinn Gunnar Karl. Nei, fyrirgefið. Það er Sigurgeir Lúðvíksson sem er með besta hring. Ég er að skrolla hérna niður listan með augunum. Já, það er Sigurgeir Lúðvíksson sem er með besta hring ennþá, 2.22.4. En Sigurgeir Lúðvíksson er bara búinn að vera, Patrekur Magnússon fyrirgefið er búinn að vera hérna bara fremstur, standa sig frábærlega, keyra örugglega og ekkert vesen búið að vera á honum. Nei, Aðalbón Racing, Patrekur Magnússon. Þetta eru öryggisbílar. Öryggisbíl. Og Jökull Einarsson sem hefur virðist vera hættur í keppni. Við erum hérna á síðustu, það eru 2 hringir eftir. Og komið tími til fyrir Sigurgeir að sýna okkur hvað í honum býr. Slæra af. Hann er ekki að fara í þessa baráttu. Hann er að bíða held ég bara. Ég held að hann ætla að bíða bara. Hann hlýtur alltaf að reyna á baráttuna sko. Það bara hlýtur að vera. En hann ætlar ekki að sóa því nema bara í síðasta hringnum. Þá ætlar hann að koma sér fram úr og hann ætlar að negla þetta. Gunnar Karl veit þetta, hann veit hann ætlar að koma sér, hann hlýtur að ætla að tróða sér fram úr. Hann er bara að læra á hann. Herðu, Gunnar Laugur. Það var krassað. Jökull Einarsson eyðilagði bílinn sinn, já. Það eyðilagðist vélinn í bílnum hans. Nei, herðu, Gunnlaugur! Snerið þarna rosalega.
Þetta var Spinner Rooney hjá honum Gunnlaug. Tapaði hann einhver sæti á þessu samt. Nokkuð örugur hann undan liðsfélaga sínum Arnar Kristjánsson. En auka stigið virðist alltaf detta til Viktors. Viktor sem með eitt atvikastig hangað á sér. Hann heyrðir þar eitt auka stig fyrir að haga sér best í keppninni. Það ekki að fara að lenda á honum Gunnari Karl. Ó nei. Ekki fara að gera. Ekki það, hann nú ekki með mestu atvikastigin hérna, alls ekki. En eitthvað þykir mér líklegt að hann muni fá refsingu fyrir þetta sem að ég veit það svo sem ekki, ég veit ekki alveg. Já, við sjáum til. Það ekki ennþá komið neitt. Verðist ekkert vera komið inn en þá. Þannig að þau eru mjög líklega bara að skoða þetta á fullu núna. Þannig að ákvarða það hvað verður gert í því. Jæja, Sigurgeir. Býttu nú við. Er ekki alveg nóg bensíni og svona öllum. Sigurgeir virðist vera að spara smá bensín. Annarkvort það að spara bensíni eða bara spara árásuna. Alltaf þegar hann sogast upp að Gunnar þá bara slæðir. Þetta svo sem hann að ná með alveg í blá endan. Nú Gunnar byrjar að stækka bilið. Það var næst síðasta hring hérna. Nú við séu ekki talsvert hraðari hér út. Hann gírar snemma upp í sjötta. Hangi bara í draftinu. Passar sig að slá af. Er hann að spara bensíni eða er hann að spara árásina? Hvað er? Sjáu hraðamunin. Patrik eru fyrir yfir línuna og við erum komin á síðasta ring. Ó, Gunnar Karl klúðrar hrikalega sinni línu hérna. Og Sigurgeir Lúðvíksson á síðasta ringnum nær að stinga sér upp í annað sætið. Á síðasta hringnum, kæra fólk. Á síðasta hringnum fáum við smá baráttu. Ó já. Ekki það var náttúrulega bara brjálu baráttu en það meirihlutan að keppninni en Gunnar Karl núna beint fyrir aftan. En með hraðaninn inn beinakaflan. Wow, Sigurgeir getur bara ekkert í þessu gert. Þvílíkur hraðamunur hérna. Og nú þarf Sigurgeir að reyna að hanga í honum og reyna að nýta síðustu beigurnar í þetta. Sigurgeir fylgist vel með hérna, er að reyna að koma sér fram úr.
Patrekur Magnússon kominn 16 sekúndum á undan, enda mikil barátta búin að vera fyrir aftan og Patrekur bara búin að fá að vera í friði þarna fremstur og fer hér yfir línuna og sigrar, en við verðum að fylgjast með baráttunum um annað og þriðja sætið þegar Sigurgeir reynir hér að stinga sér inn á, tekur ytri línuna. Þeir eru klístraðir saman, þeir eru farið inn í síðustu beygina, Sigurgeir tekur innri og þeir eru limdir saman, limdir ofan í hvern annan og hver er á undan? Það er Gunnar Karl, hann rétt náði þessu. Sigurgeir Lúðvíksson næstu því búinn að ná öðru sætin á honum, en það er Patrekur Magnússon sem tekur sigurinn hér í fyrstu umferð Íslandsmeistaramóts í Hermi Kapastri 2026 fyrir Aðalbón Racing. Patrekur Magnússon, kæra fólk. Já, kæra fólk, þá er því lokið hjá okkur í dag. Það er Patrekur Magnússon sem tekur fyrsta seti. Gunnar Karl situr eins og staðan núna í öðru seti. Getur allt saman gerst eftir á. Reglur segja svo til að það er alltaf hægt að gera refsingar, þannig að þið gætur þetta býta tímatöflunni. Allavega kemur þetta í ljós fyrir næstu útsendingu hjá okkur. Það get ég lofað ykkur. Ég mun segja ykkur frá því hver niðurstaðan í þessu máli var. Og við munum sína ykkur stíginn líka einnig. Stíginn er eitthvað sem við getum poppað upp á töfluna. Poppað upp á töfluna. Poppað upp á töfluna. Þetta er eitthvað sem ég sagði. En eins og staðan er núna er það Patrekur Magnússon sem situr í fyrsta sæti með 35 stig. Það eru 6 keppnir eins og ég segi, það eru 5 sem að gilda til stiga, 5 bestu keppnindar, þannig að það er ýmislegt sem getur gerst hérna á næstu mánuðum. Við munum keppa alveg fram í apríl á næsta ári. Það er cirka bát 1 keppni í hverju mánuði og ég ætlaði að segja ykkur hvenær næsta keppni væri. Það myndi vera 4. desember og þá munum við gera á Alton Park. Alton Park er talsvert minni braut heldur en þessi. Hún er 4 kilometrar en ekki 7 og það verður að keyra 42 ringi þar, hvorki meira niður minna. Þannig að endilega tjúnið inn á það hjá okkur. Þetta verður geggjuð keppni. Patrekur Magnússon sem tekur sigurinn hérna í dag. Gæti nú tekið eitthvað viðtal við hann, en það er ekkert að ræða við hann Það er ekkert að segja við hann nema bara til hamingju. Patrekur Magnússon, þú stútaðir þessari keppni og áttir þetta algjörlega skilið. Það er spennandi að sjá hvernig dómaramál fara. Og ég ætla nú að íta á refreshina einu sinni, sjá hvort það sé komið inn eitthvað. Eitthvað tengt þessu? Nei. Virðist ekkert að vera komið inn ennþá. Þeir verðast ennþá vera að pæla í þessu og velta þessu eitthvað fyrir sér. Eða þá bara einfallega ekkert. Raðhafst í þessu. Hvernig sem það fer, það kemur það allt saman í ljós í næstu keppni hjá okkur 4. desember þegar við ætlum að keyra Alton Park, kæra fólk. Þetta er Íslandsmeistaramótið í Hermi Kapastri 2026. Ég bið bara kærlega að heilsa ykkur og við sjáumst næst 4. desember. Takk ykkur kærlega fyrir.
Það er stórfenglegt. Þá til næst. Verið bless.